Í þessu kennslumyndbandi verður farið í gegnum hvernig á að nota smáforritið VoiceStream. En VoiceStream er forrit sem að les upp texta. Og ástæðan fyrir því að ég er að sýna ykkur þetta er að það er hægt að hafa íslenskar raddir inn á þessu. Við byrjum á því að opna App Store og það er þarna App Store. Förum inn og leitum að forritinu. VoiceStream Reader. Það eru nokkur forrit sem að þeir gefa út, en það sem við ætlum að skoða í dag er VoiceStream Reader. Hann kostar $15 og hjá mér stendur Open, það er vegna þess að ég er nú þegar með hann inni í tækinu hjá mér. Þannig að ég opna forritið. Og hjá mér opnast það svona vegna þess að ég er með nokkur skjöl inni og slíkt, en ég ætla að fara aðeins í gegnum stillingaratriði. Það sem er gott að byrja að gera er að ná í íslensku raddirnar og þá fer ég hérna inn á tannhjólið og þar kemur Manage My Voices. Ítum á það og hér getum maður valið og íslensku raddirnar eru hérna inn í búðinni og þar getum maður skipt tungumál. Og hér er til dæmis íslenskan og þá sjáum við að það er hægt að kaupa bæði röddina Dóru og Karl. Ég er búin að kaupa Dóru nú þegar en það er einnig hægt að versla Karl og þær raddina kosta hverjum sig $5 og ég sá svo sem ekki tilgangu því að vera með báðar raddirnar og því fannst mér nóg að vera bara með aðra og við ætlum að nota hana í dag. Og þá fer maður út úr þessu hérna. Það sem maður vil líka gera er að stilla content source, það er hvaðan er verið að ná í gögnin sem þú ætlar að nota í þessu forriti. Við förum þar inn og það er hægt að velja hvaða þið ætla að hafa tengt við. Það er semst hægt að hafa tengt við geymslusvæði eins og svona skýjageymslu, eins og til dæmis Dropbox eða Google Drive, Bookshare, Evernote og fleira, það sem hægt er að tengja við. Ég hef alveg að tengja við Dropbox og Google Drive vegna þess að það er skýjaþjónusta sem ég nota hvað mest. Síðan er einnig hægt að bæta við vef sem að, og ég ætla að setja hérna inn á bara algengan vef, það er að segja algengan fréttavef og ég er hérna með slóðina í og ég vista hana og þá hef ég líka aðgang að henni. Hérna undir, aðgang að Morgunblaðinu og ég ætla að sýna ykkur hvernig það virkar á eftir. En þá erum við búin að tengja þetta og þá getum við hafist handa við að nota forritið. Þá er það þannig að til þess að bæta inn skjölum þá er plús hérna í vinstra horninu og ég vel hann og hún spyr mig hvaðan viltu ná í gögnin og þá ætla ég að byrja því að nota Google Drive. Þannig að þar er ég með gögn sem ég þarf að fá upp lesin. Og ég ætla að byrja á því að velja hérna bara möppu og skjal. Það er nauðsynlegt að hafa þetta í PDF-skjali því að þá lesum þetta og ég næ í skjalið og það tekur bara innan við sekundu og þá er skjalið komið inn. Ég opna síðan skjalið með því að ýta á það og þá kemur þetta skjal inn hjá mér. Síðan eru stillingaratriði hérna inni og ég get hérna valið hérna, ef ég vel hér, þá er ég að velja hvers konar tegund hún á að nota og ég get valið þá hún hérna rennur eftir með fingrunum eða þá að hún stoppi eftir hverja setningu eða í endin á hverju skjali eitthvað sleist, það er bara hver og eitt sem ákveður það hvað hendar hverju sinni. Þannig að það er alltaf hægt að breyta því, bara með einu. Síðan er það hérna hljóðið og þá vel ég það. Ég get valið hversu hratt ég vil að hún lesi, segjum svo ég vilja hann lesi 180 orð á mínútu. Ég er með íslenskuna, ég er með Dóru og já, síðan get ég ekki valið neitt meira því með íslenskuna. Ég get síðan bætt við röddum hér, ef ég vil ná ykkur fleiri þá get ég alltaf náð í þar sem eru kannski vinsalar eða þar sem eru, var síðast náð í og eitthvað þannig. En ég ætla semst að velja þá er ég með íslensku og Dóru og þá ætla ég að láta skjalið eða semst forritið lesa upp fyrir mig. Ég get ítt bara
ef ég færi hérna Kynning. og þá get ég valið það að láta forritið lesa upp bara með því ít á play. Kynning á HS menntakerfinu bæði ætlað að auka skilvirkni og gæði. Fleiri börn og ungmenni eiga að fara glaðari, duglegri og hraðari gegnum skóla og menntun. Þetta fannst mér til dæmis aðeins of hratt, þá myndi ég kannski hægja svona niður í kannski 160 eða 155. Sjáum hvort að það hljóma betur. Menntun. Talað að menntun eigi að gerast hraðar en hvaðan sú krafa raunverulega að koma. Sér það hljómaði strax aðeins betur. En síðan get ég líka rennt fingurnum eftir. Raunverulega að koma. Frá kennurum, foreldrum eða nemendum. Þannig ég get líka valið, svo get ég valið bara hér. Skólakerfinu. Ég sannfærð að skólakerfið okkar gæti verið mun skilvirkari. Já, þannig að hérna get ég valið hvernig ég les skjalið. Þá ætla ég að sýna ykkur hvernig við getum notað þetta forrit fyrir vefsíður. Og þá ætla ég að fara út úr og bara inn á Safari og þar Morgunblaðið og þar til dæmis hérna frétt, seinkun á 20 ferðum og þá get ég ítt á hérna það sem svona píla og ég get valið það og þar inni býður mann upp á að því ég búin að segja að VoiceStream megi semst nota þetta að þá get ég vistað þetta á VoiceStream og þá opnar hún fréttina þar og þá spyr hún viltu að geymir fréttina eða sem PDF eða bara texta og kannski þarf ég ekki endilega að hafa myndirnar og þá get ég sagt bara að ég hef bara greinina og þá vista ég hana og síðan fer ég aftur inn í VoiceStream og inn á heimasvæði þar og þá fréttin komin þar inn. Þannig að þá hún bara komin hingað inn. Hér. Og ég íti bara til dæmis. Hér má sjá flugvélarnar 4 frá Íslandir sem lentu á Egilsstöðum. Ljósmynd / Stefán Fiskfell. Ein vél Íslandir af þeim 6 sem ekki gátu lent í Keflavík í morgun ekki enn komin á leiðarenda. Akkurat. Þannig að hérna getum við séð að við getum náð okkur í fréttur og við getum náð okkur í texta og þið sjáu eftir sem ég skrolla neðar þeim það færist svona rauður flipi hérna eða rautt tákn og það að sýna hversu langt ég komin í skjalinu og þar með í rauninni allt sem að var þar inni. Og hérna við aftur komin að heimasvæðið. Þannig að bara gangi ykkur vel með þetta og takk fyrir það sinni.